Jæja Óskar, var þetta kannski besta frammistaða liðsins í sumar? Já, ég held að með segja það. Það verður svona jafnasta frammistaðan kannski. Þú veist, þar sem að nánast alla leiki kannski undanskiptu síðustu 5-6 mínúturnar af leiknum þá fannst mér við virkilega góðir. Þú veist, mjög öflugir varnarlega gáum fá færi á okkur nánast eftir þeim halla inn á okkar eigin vallarhelming og þú veist, valsliðið er gott en já, þú getur sennilega bara þú hefur margt fyrir þér í því þegar þú segir það. Einmitt, kannski smá svekkjandi að ná ekki að halda hreinu. Það leit nú út fyrir að það myndi nú gerast alveg þangað til í blálokinn. Já, það var leiðilegt en þú veist, ég ætla samt ekki að vera að kvarta eitthvað rosalega mikið, þú veist, við förum inn á Hlíðarenda sem gáður gengi illa út af ár og tölum búin að tala það og þú veist, klárum hann að leik 4-1, þá horfum maður ekki á það að fengja 1 mark á sig. Þá horfum maður bara á öfluga frammistöðu og góðan sigur. Einmitt. Og talandi hérna góða frammistöðu, Stefán, hann kom heldur betur vel inn í byrjunliðið. Svo sannarlega, hann kom gríðarlega sterkur, þú veist, við vissum það og það var svona tilfinning að hann geti leyst þessu stöðu vel, þú veist, allt öðruvísi framherji heldur en að spila þessu stöðu allt öðruvísi heldur en Eiður Gauti gerir og hann var virkilega flott, þú veist, og auðvitað bara frábær leikmaður. Við erum meðslum og er ennþá einhvern veginn svona að vinna sig í sitt allra besta form. Þú veist, frábær á boltanum. Þarf að bæta sig aðeins varnarlega og við höfum talað um það en hann er gríðarlega mikilvægur fyrir okkur. Einmitt. Og talandi maður í frábæru formi, Amin Kosic, ég er nú ennþá eftir að sjá hægri bakur sem ræði við hann. Hvað fannst þér hans frammistöðu? Jó, Amin var góður, hann var mjög öflugur og þú veist, við höfum talað um það fyrir hann þú veist, þetta er það sem hann þarf að sýna í hverju leik. Hann þarf að vera með stöðuleika. Þannig getur hann ekki verið einhvern veginn bara að horfa á highlights-vídeó og heima á sér eitthvað hans í geggjaður. Hann þarf að halda sér í jörðinni og þú veist, halda áfram að gera hlutina vel, halda áfram að vera duglegur að vinna varnarvinnuna og vera, þú veist, skipta sköpum þegar hann er með boltann. En það er búinn að taka svakalegum framförum á þessum vetri og gríðarlega ánægður með það. Einmitt. Svona alveg að lokum, nú fékkstu nú til þín 2 menn frá Ghana. Já. Og þeir hafa ekki ennþá verið í hóp. Nei. Getur eitthvað sagt mér, eru þeir ennþá aðlagast eða? Já, þeir eru bara í aðlögun. Annað er að spila með KF og spila í dag móti KA, sterkur sigri í þriðdeildinni. Hinn er að spila með öðru flokki og þú veist, þetta tekur bara tíma. Þú veist, við erum ekki stressaði, við erum ekki að pressa á það og þeim þarf bara, þú veist, þeir þurfa bara, þú veist, að lenda almennilega áður en að þeir geta láta til sín taka hjá okkur. En vonandi gerist það. Einmitt. Og nú eru 2 leikir í röð á móti Stjörnunni. Ertu strax farin að huga næsta verkefni? Já, ég ætla nú að leyfa kvöld að líða og svo hendi ég mér í Stjörnuna. Einmitt. Herru, bara til hamingju með sigurinn og flotta frammistöðu og takk kærlega fyrir viðtalið. Takk kærlega.